Nú er komin ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á islandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Já, við fengum til okkar 2 mæta menn til þess að spá fyrir undanúrslitin í bikarkeppni karla og við erum komið hérna með á Bjarka Már Eiríksson leikmann HK og Sigurður Eggertsson leikmann Fram. Fyrsta þér Bjarki, rætur rekja til Selfoss, þeir spila við ÍR-inga, svona hálfgerð spútniklið í vetur. Hvernig sérðu þennan leik spilast? Já, náttúrulega fyrirfram ættu ÍR-ingarnir að vera sigurstranglegri en það er náttúrulega þegar að koma á dúkinn að þá getur allt gerst og þetta er náttúrulega bikar og ég vona, það er mjög gott svar, ég vona innilega að Selfyssingarnir vinni þetta og já, ég ætla að tippa á að þetta fari í framlengingu og þeir vinni þennan leik. Sigurður, ert þú sömu skoðunar á Bjarki? Já, ég vona allavega að þetta verði ÍR Akureyri í úrslitum. Svona, mér finnst dálítið eins og að HSÍ hafi verið með aðra kúlurnar heitari og hinar kaldari til að fá þetta líka í kvenna. Til að fá alveg úrslitaleiki og ég vona það. Og svo vona ég náttúrulega Akureyri vinni í úrslitum til að það er hefni fyrir ófærarnar. Og þá kannski... Vorkinni Akureyringu svo mikið er búið að missa margir meiðsli og eiga að vera betri og svona. Ég var að Akureyri helgina sko. Það leiði einhvern öllum illa á Akureyri. Og þá kannski aðeins á seinni leiknum, Akureyri Stjarnan. Sama staða þar uppi, Akureyringarnir eiga að vera sigurstranglegir framan af. Stjörnumenn búin að standa sig ágætlega í fyrstu deildinni vetur, illa eftir áramót engu að síður. Þeir hafa mist 2 góða menn aftur til HK FH. Hvernig sér þannig leik spilast, Bjarki? Já, ég veit ekki hverju er í þessu stjörnulið eftir. Ég mistu Tóta þarna og Halldór, þannig að þetta verður rosalega erfitt fyrir þá og ég held að geti ekki allt gerst í þeim leik. Ég held að Akureyri, ég held að þeir vinni það alveg öruggt. Ertu sammála, Sigurður? Já, ég held að þeir taki það frekar samfærandi. Við erum búin að missa, eins og segir, 2 bestu mennin sinna. Við náttúrulega töpum út í Stjörnunni, þannig að Stjarnan er til alls vís. Og þá ef við förum aðeins fram úr okkur og skoðum aðeins, við sjáum hérna drauma úrslitaleika ÍR Akureyri. Hvað er... Fyrirgefðu. Ef við förum eftir Sigurði og tölum úrslitaleik sem myndir samanstanda ÍR og Akureyri. Hvernig sjáum við það spilast? Eru Akureyringarnir að fara þetta á reynslunni eða er ÍR einfaldlega með betra lið eins og staðan í dag? Sko, venjan hefur alltaf verið að þetta snýst við. Þú veist, þeir voru að spila núna ÍR og Akureyri, þannig að en svo afsunni ÍR ekki það með að vinna Haukana tvisvar. En ég myndi tippa á Akureyringa. Ég veit að, þú veist, þetta er svona eiginlega þeirra séns. ÍR-ingar eru svona dett inn í úrslitakeppnina og hafa eitthvað öðru að keppa. Já, ég Hvernig fer Akureyri Selfoss? Ef að þeir mætast, já. Nei, ef að ÍR og Akureyri mætast, þá ætla ég að tippa á að ÍR vinni. Og ég ætla að segja að því þeir eru með mikið reynslu boltum, meðan Akureyri er kannski svona ungt. Þeir hafa náttúrulega farið að náður og svo veit maður ekkert hvort að Bjarni og Heimir, hvernig staðan á þeim er sko. En ég er með náttúrulega Titta og Stulla sem að draga vagninn og Lunda Björka Hólmgeis og þannig ég held að ef að þau mætast þá verði ég sigurvegari. Ekkur, kærlega fyrir þetta strákar. Bara búið strax. Já, bara... Fá mat og allt og svo bara 10 mínútur. En minna. Viltu eftir eitt? Klára bollan eða hvernig Já. Strákar, það er búið að breyta fyrirkomulagi í bikarkeppninni. Í ár að vera að spila svona svokallað Final Four fyrirkomulagi sem undanúrslitaleikir á föstudegi og úrslitaleikir á sunnudegi. Hvernig finnst ykkur þetta og líklegt að þetta koma út? Mér leist, en þú byrjaði? Við getum reynt að taka þetta saman. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegt. Það sem voru búin að æfa Hæ? Takkast. Já. Við okkur Bjarka finnst þetta ágætlega sniðugt. Það er að segja þetta myndar svona meiri stemningu. Það er leiðilegt einmitt að spila undanúrslitaleik og
það vissi kannski enginn af þeim leik og líka meira kannski, liðið sem komast þá í undanúrslit það er ákveðið gól að komast í hann. En ég ætti erfitt með að spila föstudag og sunnudag sko, það er bara að tala fyrir mig. Bjarki? Já, mér líst mjög vel á þetta og eins og fyrir okkur í Háka, við sátum hjá í fyrstu umferð, þannig við hefum bara verið að vinna 2 leiki til þess að komast á dúkinn sko, en við gátum það ekki. En ég held nefnilega að þetta sé sko, já, eins og fyrir fyrstu deildarliðin að styttar verið þau að komast og þessi leikir, undanúrslitaleikir, það félögin að selja grimmt inn á, veit ég, og ég vona að verði full höll á báðum leikjum, þannig að það skapa skemmtileg stemning. En svo eru margir eins og Siggi sem eru mikið í meiðslum og ég er erfitt með að spila 2 leiki á stundum tíma. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög skemmtilegt og það er svona, já, góð tilbreyting. Já, ég fíl það. Ég hlakka til að fylgjast með þessu. En það er leiðilega djammið á sundaginn. Já, það er skemmtilegt við. Hvað var HSI að pæla? Niður í bæ, Það var ekki Heimir sem gagnrýndi með deildabikarinn, hann var spilaður á sunnudag í úrslitaleikurinn. Jú, það var líka skrítið sko. Já, hann mátti alltaf að taka 50 og svo 50 á laugardag. Þá geta menn líka tekið 50-dagstjarna. Þú veist, er þetta dúmt? Hugsunarleysi bara. Já. Þetta skrifast bara HSI. Já, við verðum að setja það. Þökkum bara aftur fyrir sér. Já, starfsmenn Sport.is ákveða að leggja land undir fót og leggja af stað til Akureyrar. Veðurofsinn hér á Suðurlandinu hefur alls ekki gert okkur auðvelt fyrir og verðum við því miður að hætta við för okkar til Akureyrar. En við biðjum áhorfendur samt vel að fylgjast með því að við ætlum að redda þessu með öllum öðrum úrræðum. En hér eru svona 50 metrar á sekúndu, fólk hefur að bíða í umferð í svona 9 tíma til að komast norður. En við ætlum að senda gott úr bíli hérna að Holtaröðinni. Við sjáum síðar. Þetta er Siguróli Sigurðsson sem talar úr 50 vindstigum og 12 stiga frosti við Ingólfsfjall. Já, eins og þau komust að hér fyrir þettinum að þá gekk það heldur erfiðlega fyrir starfsmenn Sport.is að fara norður yfir heiðar. En það skiptir ekki máli, við erum með annan heiðar hérna á línunni ásamt Stefáni Guðnarssoni, leikmenn Akureyrar. Komið þið sælir, strákar. Sælir. Hvað syngur í ykkur norðanmönnum? Það er góður. Við erum hressir og spenntir. Já, nú er ekki nema tæpur sólarhringur í leikinn sjálfan á móti Stjörnunni. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara vel. Gaman að mæta Bjarna Jónasa sérstaklega. Það þarf að standa um nokkuð stór orð sem hann hefur farið með hérna gegn tíðina. Já, þetta verður bara gaman. Hann er náttúrulega búinn að vera yfirvísi glaður, þannig að þetta verður spennandi, bara gaman að fá að taka þátt í þessu fyrsta Final Four fyrirkomulagi. Það er ekkert langt síðan Akureyringar fóru í bikarúrslit og býðu það læra hlut fyrir valsmenn. Þið hljótið að vera reynslunni ríkari fyrir það. Ég man ennþá eftir heita hlaupandi með helvítis bikarinn með eitthvað sólheim og glott á sig þarna fagnandi framan ykkur, þannig að jú, við erum reynslunni ríkari eftir það. Það er ekkert spes að upplifa það, þannig að maður vill ekki, maður gerir allt, ég held að við gerum allt til þess að það sjá Bjarna, ne? Hvað segirðu? Þú vilt alltaf ekki sjá Bjarna þannig? Nei. Jesús, nei. Hvernig leggið þið upp? Þið eru svona fyrirfram sigurstrangara liði, er það trufleikur? Nei, það ætti náttúrulega bara að hjálpa okkur. Við náttúrulega, það er bara undir okkur komið að sína það að við séum þá þessir, eins og þú segir, líkurnar séu okkur í hag. Það er alltaf 7 menn inn á vellinum, hvoru liði, þannig að... Nema þeir komið 2 mínútur. Nei, eins og Bjarni Fritz er búinn að koma inn að líka við lentum í miklum erfiðleikum með Víkingana, vorum í 10 framlíkingu þar. Það getur allt gert í svona leikjum og þeir náttúrulega koma trilltir í þetta. Og við ætlum að gera það líka. Já. Og er einhver öðruvísi rútína fyrir þennan leik en einhver aðra? Nei, ætla að segja ekki. Það er flug á eðlilegum tíma og örugglega góður matur á BK og það er örugglega bara heldur sín vanagang. Örugglega. Stríki í hádeginu. Já. Þannig að ég trúi ekki aðra heldur en við höldum bara okkar rútínu og mætum geða ekki í leikinn.
Það gott að heyra strákar og viljum við þakka ykkur kærlega fyrir spjallið hérna við okkur í gegnum netheima. Við munum reyna að heimsækja ykkur fljótlega. Já, gaman að fá þig, Óli minn. Já, við erum að fara einmitt niður í, við erum að fara að nýta okkur aðstöðunum núna. Þetta svo geðveik aðstæða, heita báturinn á Guðvann og aðeins að mýkja sig upp, kíkja kannski í golfið og eitthvað. Já, við kíkjum á þetta við fyrst tækifæri strákar. Takk kærlega fyrir og gangu vel helgina. Glæsilegt, takk fyrir það. Já, við erum mættir hérna í Mekka Garðabæsins IKEA þar sem við hittum stjörnupiltana 2 þá Þröst og Bjarna. Strákar, hvernig stemmingin í herbúðum stjörnuna fyrir bikarúrslitahelgina? Bikarúrslitahelgina, hún bara nokkuð góð sko. Svona róleg vika framöndan bara og afslöppu fyrir leik held ég. Gengi ykkar í deildinni eftir áramót hefur ekkert verið upp á marga fiska með svona væntingar. Það ekkert að útskýra það eitthvað af einhverju bikarspennu eða einhverju slíku? Nei, ekki bikarspennu sko. Þessi frekar að við búin að missa menn í meiðsli og menn tilbaka úr láni sko. Það hefur sitt að segja. En ég held við tínum okkur saman fyrir að leika á föstudaginn og verðum klárið sko. Og það er ekki orðið möguleiki að þið ásamt sko Selfyssingum eru underdogs þegar kemur inn í þessa helgi. Hvernig tæklið það? Bara, ég ætla allavega fyrir mína parta ætla ég nú bara að njóta þess að vera til þarna í þessum leik sko. Þetta tækifæri sem að gefst ekkert oft. Ég ætla einhvern veginn bara, ég veit það ekki, ég skemmti skokka mjög í gegnum þetta og hafa gaman að lífinu og vonandi geta brosað og haft gaman og verið stoltur af sjálfum mér þegar ég er búinn sko. Þessi leikur fyrir þig marga parta sérstakur, ekki satt? Jó, þetta verður svona ég veit ekki, hálf súrrealíst að spila á móti þessu strákur sem við ólst upp með sveitungum mínum hann. Það verður bara mjög gaman sko. En af hverju völduð að koma með okkur í IKEA? Hefur þið mikið það? Þetta náttúrulega, eins og sagði, Mekka Garðabæjarins. Þessi eini barinn hérna í Garðabæ. Við reyndar komum ekki mikið á barinn hingað. Nei, menn eru mikið sko að hittast hérna fyrir leiki og fá sér sænskar kjötbólur og skvetti í sig einum köldum sko. Það Silfurskeiðin sko, hún leitar ekki langt eða skammt sjáðu til. Og þetta Stjarnan meistaralók, þetta náttúrulega undanúrslit, engu að síður þá fór fótboltinn í úrslitaleikinn í sumar. Körfuboltinn var endað að taka titilinn í Powerbikarnum. Og í hvert enn skipti hafa stuðningsmenn Stjörnunnar verið fjölmargir bæði í höllinni og vellinum. Búist við stúkunni blárri á föstudagskvöldi? Já, ég vona því. Ég held að sé mikið stemning í Garðabænum fyrir þetta og líka þegar það titill í boði sko, þá mætir Silfurskeiðin. Ég veit líka til þess að Jakob Ottosson, Rotti hefur keypt í einhverja spotta. Vísindamaðurinn sjálfur, hann er eitthvað búinn að skipuleggja eitthvað game með superstarmönnum þarna í Ásgarði og fyrir leikinn í Stjörnuheimilinu og hvetjum bara Garðbæinga eindregið til að mæta þangað fyrir leik. Klárlega. Og skellum okkur út á Bessastaði? Já, það ekki. Jó. Við erum komin á stað sem flestir landsmenn ætla að kannast við, Pústa forseta og við erum hérna með strákan okkur úr Stjörnunni. Ekki taka þetta bara úti? Jú, fyrst og endilega vilt. Já, Siggi vildi það fyrir. Ekki á grasinu. Þá vorum við mættir hérna á Bessastaði, strákar, hérna aðsetur forseta. Mun hann mæta á leikinn helgina? Alveg klárlega. Við mætum alltaf hinga eftir sigurleiki í smá snittur og létta vegar. Þannig ég hef fulla trú að hann mæti og styðji okkur til sigurs á föstudaginn. Og verður hann í stjörnudressinu kannski? Já, það náttúrulega, vita það ekki allir en hér býr Siggi Bjarna og hann eins og Þröstur segir, hann heldur alltaf fyrir okkur svona smá kokteilabóð og
léttast nýttur eftir leik hjá fórstöðum og ég gerir fastlega ráð fyrir að fórsetinn, Siggi Bjarna muni mæta blári gegn á föstudaginn. En nú kannski spyrja lesendur og áhorfendur þess að þátt af hverju við séum út á Álftanesi, af hverju út á Álftanesi og þið eru Garðbæingar? Þetta er náttúrulega orðinn Garðabærinn, sameining og þetta er okkar helsta kennileiti. Þetta er náttúrulega líka okkar í raun og veru okkar musteri, okkar annað heimili og fórsetinn hefur verið mjög duglegur að koma á leiki og sérstaklega leiki á móti þínu liði, Fylki. Og búist við að fá fálkaóruna ef þið verið bikarmeistarar? Ég vona það. Ég meina, þú sér það Sigfús Sigurðsson með fálkaóruna. Ég meina, af hverju fáum við ekki fálkaóruna? Ég gera fastlega ráð fyrir að fá hana. Strákar, takk fyrir kærlega fyrir þetta og gangu sem allra best í bikarhelginni. Takk fyrir það. Takk. Já, við erum staddir hérna í Fiskbúð Hólmgeirs, þar sem Hólmgeir faðir bæði Björgvins og Einars vinnur og á. Og nú ætlum ég bara fyrsta sem ég dettur í hug, hvað þyrfti að gera svo þú myndir ekki halda með ÍR í Final Four? Ég er sennilega að deyja. Ekkert annað sem kemur til greina. Ekkert annað. Og þú hefur væntanlega fullt að trú á strákunum fyrir þetta verkefni? Já. Ég er búinn að standa sig vel og búinn að sýna mjög góða leikinn undanfarið, sko. Þannig ég hef bullandi trú á hann. Og það er náttúrulega nýlegar í úrvalsdeildinni og búinn að vera svona pínu fyrstudeildar bragur á þeim í síðustu ár og þú ert samt búinn að standa alveg þétt í bakið þrátt fyrir smá öldudali, eða ekki? Maður hefur ekki verið aldrei sína menn. Eins og kannski berslega sérst með eitthvað... Sérst hérna á skiltinu, sko. Ég er náttúrulega harður Lítsari og því verður sko ekkert breytt, sko. En það séu þeir saman, sko, Líts og ég er hérna. Já, þetta er þessi næst hjartasta kannski. Já. Þetta stendur ekkert nær hjartan heldur en ég og Líts. Einhverjar, ef við skjótum á leikinn á föstudaginn, ég er Selfoss, hvernig fyrr? Ég ætla bara að vona að okkar menn taki þetta. En Selfoss er sko sýndveginn ekki gefinn og ég man bara í fyrra í fyrstu deildinu, það áttu oft í bölvuðu basli með þá. Og vísu hefur náttúrulega eitthvað styrst hjá okkur, en við erum ekki alveg hvernig staðan á þeim í dag, en eins og ég segi, sko, þetta verður þungt og erfitt. Takk fyrir þetta. Strákar, það er stóra helgi framundan, Final Four, og þið Selfoss á föstudaginn, hvernig leggst þetta í ykkur? Það leggst bara ágætlega í okkur, sko. Við erum á tiltölulega góðu rönn eins og það er, en svo segir Selfoss er klálega sýndveginn ekki gefinn og þetta verður mjög erfitt og við þurfum náttúrulega að gefa alla í þetta ef við ætlum ekki að tapa þessum leik. Og hvað er ykkur öðruvísi undirbúningur í vikunni fyrir úrslitahelgi? Nei, í rauninni ekki, sko. Við heldum fengjum eina æfingu í höllinni en það víst ekki til að undirbúa okkur en nei, þetta er bara venjuleg undirbúningur. Sömu 2 tíma fundirnir hjá Bjarka og svoleiðis. Og það verður ekki annað sagt en að þið séu og Akureyringar svona favorites fyrir helgina og er það eitthvað sem er að fara að trufla ykkur? Já, það getur náttúrulega alltaf verið hættulegt að vera svona að spila mútið neðrildaliðum en nei, við ættum að vera með nóg mikla reynslu að það ekki hafa áhrif á okkur. Þetta er bara eins og hver annar leikur og við förum bara í hann til að vinna. Og þið hafið fengið gríðarlega góða mætingu upp í Austurberg í vetur og frábær áhorfendur ykkar baki. Haldið að þeir eftir að gera heila tilraun til að fylla höllina? Já, ég vona það. Menn eitthvað að tala um þennan tíma, þannig að kortur 5, það sé stríða fólki. En fólk tekur bara frí í vinnunni og mætir. Það verður seint sagt að Mjóddin sé ekki kennileiti Breiðholtsins en þetta er einhver elsta vesturhöfðmiðstöð landsins og við erum með strákana okkar hérna. Strákar, hvað erum að vera hérna í Mjóddinni? Hvað er ekki að vera í Mjóddinni? Hér er allur gangur á því að á föstudögum þá koma svona útimarkaðir og fólk að selja kartöflur og skartgripi og svona fallegt. Það er smá svona kólaborstfílingur í Mjóddinni líka. Hvað hittast stuðningsmenn ykkar hérna jafnvel á föstudaginn? Mjög ólíklegt held ég. Það er spurning, ekki nema heimsækja eða heimsækja Geira hérna í Fisk. Konginn. Þú veit með gamla á öllu leikjum og hvernig er það? Það er ekki fínt að hafa hann og hann er svo klikkaður maður. Maður heyrir ráma röddinn eitthvað straun á milli hana en það er fínt að hafa hann á bakvið sig. Hann er flottur maður. Hann er ykkar helsti stuðningsmaður? Ja, þeir eru nokkrir sem eru svona mikli stuðningsmenn sko.
Mamma mín náttúrulega, má ekki gleyma henni sko. Hún á alveg mikið þátt í þessu. Þau eiga 50-50 væntanlega. Það lítur að vera. En sko, gefum okkur það, við förum aðeins fram í tíman út að ég má segja það sem ég langar til út að ég er ekki að fara að keppa hennar leik. Það er farið í úrslitaleikinn og það er mætið Akureyringum. Það er leikmaður nafni Bjarni Fritz í hægri horninu í Akureyringum. Hann er íringur. Verður eitthvað sérstaklega tekið á honum, hvort sem það verður kannski hjá ykkur eða bara hjá áhorfendum í stúkunni þar sem hann flesti bjuggust í honum heim, kannski fyrir tímabili? Nei, ég var svo sem ekkert farin að hugsa út í þetta, þannig að hann er bara velkominn. Sem ég man bara hérna þegar maður satt fyrir aftan bekkinn þegar við senast bikarmeistarar, 2005 eða ekki? Já. Þá var Bjarni hrikalega ánægður með að bikarinn fari í Breiðholti, þannig að það verði það ekki bara aftur. Sagði hann ekki að þarna er hann heima? Já, þarna er hann heima. Bikarinn heima, bikarinn í Breiðholti. Hann var nú ekkert að ljúga því. Strákar, við þökkum kærlega fyrir þetta og gangum sem allra best helgina. Final Four. Já, starfsmenn Sport.is gerðu sér langferð yfir á Selfoss til þess að spjalla við leikmenn Selfyssinga sem eru að taka át í undanúrslitum í bikarnum í dag. Strákar, hvernig leggst svona leikurinn á morgun í ykkur? Það er bara mjög vel sko, við erum mjög spenntir fyrir þessu og þetta er svona spennandi fyrir Selfyssinga. Og andstæðingar íringar, en þetta lið, þið eru fyrirfram underdogs. Er það eitthvað sem hjálpar ykkur? Já, klárlega. Við mætum náttúrulega bara klára í leikinn. Þetta er verðugt verkefni og við ætlum að sýna hvað við getum. Og hvernig er svona rútínan hjá ykkur fyrir leikinn? Hún er svo sem bara alveg svo fyrir alla aðra leiki. Við bara tökum léttan vídeófund á mánudögum, þriðjudögum og þetta er bara klassískur undirbúningur eins og alltaf. Góð stemming í bænum fyrir helginni? Já, mætti samt verið betri. En ég minn þetta er alltaf að koma núna í dag það er verið að kýla í gang og það verður allt vitlaust á morgun. Ef ekki að segja að sé aðalega að fara í fólk tímasetningin. Það er svona upp á vinnu að gera, það er að leggja á stað hérna 4 og sumir að vinna til 6 og svona en fólk kemur. Og það var búist við þá smekkfullir stúka Selfyssingum í Laugardalshöll á morgun? Ávallt. Þá ætlum við að halda á bónus, þar sem við verðum að selja miða og kíkja á stemminguna þar og spjalla aðeins meira ykkur strákar. Já, strákarnir hérna í Selfossliðinu teymdu okkur aðeins bæinn og sýndu okkur hitt og þetta og við endum hérna í bónusversluninni þar sem er verið að kynna leikinn helgina og aðeins verið að selja miða. Strákar, sko þrátt fyrir allt þá eru þið langmest í liðinu uppaldir strákar, ekki satt? Jú, við erum allir hérna nema 2 sem eru á láni. Ja, Einar Pétur er á láni frá Haukum og Jóhann Gunnarsson kom hingað fyrir tímabili, þannig að þetta er allt bara við hérna, Sunnlendingar. Og það er náttúrulega Jóhann Gunnarsson frá Akureyri og Einar Pétur frá Haukum. Já. Hver er samt svona mesti grillarinn í liðinu? Það er klárlega Sigurður Már, hann er grillpinninn í liðinu. Fyrrum íringur. Já, fyrrum íringur. En nú er sko Selfossbærinn með það orð á sér að hér séu mikið af vel greiddum mönnum og strípuðum. Er þetta mýta, er þetta satt? Kannski fyrir nokkrum árum sko, þetta er eitthvað aðeins búið að minnka sko. En rúndurinn? Hann er dauður. Er rúndurinn dauður? Myndirðu kenna bensínverðunum það? Nei, fólk er bara latt. Þetta er bara fólk á að fara út og rúnda. En strákar, svona rétt að lokum aðeins leikinn. Ef við förum alls fram úr sjálfum okkur og þið farið í úrslitaleikinn, hvort mynduð þið vilja fá Stjörnuna eða Akureyri? Bara alveg saman. Akureyri. Bara drullu saman. Við þökkum strákorum frá Selfossi kærlega fyrir þetta og óskuðum að sjálfsögðu góðs gengis í undanúrslitunum á móti ÍR. Laukur, músli, grjón og gleði. Þú finnur það allt í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni.